एकैछिन मारेलीमै आकाशै संसारी। Namaste, मेरो नाम भीम कुमारी परियार हो। Ég heiti Bim Kumari Parjar og svona veröldin mín. हाम्रो नेपाल हो। Bim Kumari býr hátt upp í fjöllunum í landinu Nepal sem alveg hinum megin á hnettinum. Fjölskyldan hennar mjög fátæk þannig að Bim Kumari verður að vinna sem þjónustustúlka hjá annarri fjölskyldu til að útvega fjölskyldu sinni peninga. Það hefur hún gert í 2 ár síðan hún var 9 ára gömul. Hún hitti sína eigin fjölskyldu bara 2 sinnum á ári. Það mikill munur á Nepal og Íslandi. Nepal eitt af fátækustu löndum heimsins og margir af þeim sem búa hér þurfa að lifa af á það bil 150 krónum á dag. Í Nepal fólki skipt upp í stéttir. Fólk getur ekki valið sér stétt sjálft. Börn fæðast inn í þá stétt sem foreldrar þeirra eru í. Fólk sem af hárri stétt ríkt og fólk sem af lágri stétt fátækt. Fjölskylda Bim Kumari tilheyrir allra lægstu stéttinni, paríastéttinni, en orðið paríar þýðir hinir óhreinu. Þegar ég segi hvað ég heiti, skilja allir að ég á lægstu stétt. Ég hef aldrei búið til mat. Þeir sem paríar mega ekki elda mat nema fyrir aðra paría. Við ætlum að fá að fylgjast með degi í lífi Bim Kumari. Klukkan 5:30 morguninn og Bim Kumari byrjuð að vinna á heimili Gurung fjölskyldunar í bænum Pokhara í Nepal. Löngu áður en íslensk börn fara á fætur Bim Kumari búinn að sópa og skúra öll gólfin í húsinu. Það desember og þá næturnar kaldar í Nepal. Húsin hér ekki upphituð eins og Íslandi, þannig að Bim Kumari verður að vera með trefil og húfu inni. Það líka verk Bim Kumari að hengja upp þvottinn. Hún hengir þvottinn upp á þaki hússins. Héðan gott útsýni til fjallana sem hluti af Himalaya fjallgarðinu. Það mörg stór hús í nágrenninu og þeir sem búa hér ríkari en flestir aðrir í Nepal. Hérna bý ég og fjölskyldan sem ég vinn fyrir. Klukkan 7:30, kannski sama leyti og þú ert að vakna morgnana, fær Bim Kumari að hvíla sig aðeins og ylja sér með tepolla. Fréttirnar lesnar úr hátalara af sendibílspalli en ekki í útvarpi eða sjónvarp. Ein af mörgum skyldum Bim Kumari að vaska upp. Vatnið kemur úr stórum vatnsgeimi í garðinum. Bim Kumari heppinn að fá hreint vatn. Það fá nefnilega ekki allir í Nepal hreint vatn. Og næstum því helmingur nepalskra barna fá ekki nógu mikinn mat að borða. Hrísgrjón algengasti maturinn hér og það mikið verk að hreinsa þau. Bim Kumari plokkar burt smásteina og skordýr og hristir grjónin til að fjarlægja leifar af hýði. Vinnuveitandi Bim Kumari heitir Daksha Bahadur Gurung. Bim Kumari kallar hann bara pappa. Ég og pabbi ekkert svakalega náin hvar öðru. Hann talar bara við mig þegar hann vill að ég geri eitthvað eða ef hann vantar eitthvað. Fjölskyldan sem Bim Kumari vinnur hjá tilheyrir hárri stétt. Þau mikið landsvæði. Þar á meðal landið þar sem pabbi og mamma Bim Kumari búa. Það þarf mikla vinnu til að rækta stóra akurinn við húsið. Hér gott ræktunarland því Pokhara liggur ekki eins hátt yfir sjávarmáli eins og fjallendið í kring. 10 af 16 hæstu fjöllum í heimi í Nepal og hæsti tindurinn sem maður sér frá Pokhara 7000 metra hár, meira en 3 sinnum hærri en Hvannadalshnjúkur í Öræfajökli, hæsti tindur Íslands. Bim Kumari hjálpar við að hreinsa illgresi á akrinum og sækja mat fyrir vísund fjölskyldunar sem sér henni fyrir mjólk. Stundum getur kýrin orðin reið og ráðist á fólk. Hún hefur stangað næstum alla í fjölskyldunni sem ég vinn hjá, en aldrei mig.
Shobha Gurung mamman í fjölskyldinu sem Bim Kumari vinnur hjá. Núna hún á eftirlaunum en áður fyrr vann hún sem kennari og skólastjóri. Bim Kumari kallar hana mömmu. Ég mjög ánægð með mömmu. Hún mjög ánægð með mig. Hún aldrei vond með mig og leyfir mér að ganga í skóla. En það sem leiðilegt að ég fæ aldrei að fara út að leika með vinum mínum af því fjölskyldan hrædd að gæti eitthvað komið fyrir mig. En ef kennslukonan vill fá mig með í námsferð, þá fæ ég að fara. En það gaman að fara á markaðinn til að kaupa inn. Markaðurinn í miðbæ Pokhara. Hér iðandi mannlíf, mikil umferð og dýr á götunum. Sumir vinna hreinlega vinnuna sína úti á götu. Það sem Bim Kumari tilheyrir paríastéttinni fær hún ekki að elda mat en að kaupa mat, það má. Meira en 200 milljón börn í heiminum þurfa að vinna. Flestar vinnandi stelpur þjónustustúlkur á heimilum eins og Bim Kumari. Það mjög mismunandi hvernig farið með þær og það ekki allir eins góðir og Gurung fjölskyldan sem Bim vinnur hjá. Margar þjónustustúlkur verða að bera þunga hluti, vinna við hættulega vélar og með hættulega efni. Margar fá lítið að borða og þurfa að þola illa meðferð og jafnvel ofbeldi af hendi vinnuveitenda sinna. Bim Kumari heppin með við mörg önnur börn sem þurfa að vinna því hún fær að fara í skóla á milli klukkan 4 og 6 á daginn. UNICEF styrkir starfsemi skólans, þjálfar kennarana og útvega skólabækurnar. Sumir krakkar fá ekki að fara í skóla því henni fullorðnu bannaði það. Ein stelpa sem býr rétt hjá fær ekki að fara í skóla en hún gerði það stundum áður samt. Einu sinni skrifuðu ég og kennslukonan mín bréf til fjölskyldunar sem hún vinnur hjá. Við fórum svo til þeirra til að láta þau fá bréfið en þegar við komum urðu þau reið og sögðu okkur að koma aldrei til þeirra aftur. Við gerðum þetta til að hjálpa stelpunni svo hún fengi leyfi til að fara í skóla og læra. Hún fær það ekki ennþá, aumingja hún. Ég spjallaði oft við hana. Nú hitti ég hana bara á morgnana þegar hún sækir mjólk. Ég fæ sem betur fer alltaf að fara í skóla. Ef það mikið að gera heima við, þá vinna þau verkin sjálf svo ég geti farið í skólan. Skóladagurinn hefst alltaf með bæn til gyðjunnar Saraswati. Hún lærdómsgyðjan í hindúasið. Hindúar trúa því að með því að biðja til Saraswati gangi manni vel í skólanum. Í skólanum læra börnin meðal annars að lesa og reikna og mikilvægi þess að borða hollan mat og ástundar hreinlæti til að forðast sjúkdóma. Uppáhaldsfag Bim Kumari nepalska. Sem sagt eins og íslenska fyrir þig. En skemmtilegasti tíminn í skólanum frímínúturnar, þar sem krakkarnir geta leikið sér saman. Þetta eini tími dagsins þar sem Bim Kumari fær að leika sér við önnur börn. Stundum syngjum við, dönsum eða leikum eftir skóla. Það finnst mér rosalega skemmtilegt. Krökkunum í bekknum finnst gaman í leik sem eins og steinn skæri blað, en kallast veggur byssa héri í Nepal. Þar nota maður allan líkamann í staðinn fyrir bara hendurnar. Lið Bim Kumari leikur byssuna sem vinnur héran. Þegar ég kem heim úr skólanum, geng ég frá bókunum mínum og tek niður þvottinn sem ég hengdi upp morguninn. Enginn annar á heimilinu gerir það. Ég læri næstum ekki neitt af þeim sem ég bý hjá. Þannig ég reyni að læra hluti sjálf.
Stundum bið ég Dítu að hjálpa mér með erfið stærðfræðidæmi. Hún elsta stelpan í fjölskyldunni sem ég vinn hjá. Strákarnir í fjölskyldunni og ég erum ekkert voða góðir vinir, þannig ég get ekki spurt þá. Þeir tala bara við mig þegar þeir biðja að gera eitthvað og þá fínt að hafa Díti. Hún svo eina fyrir utan kennar minn sem kennir mér eitthvað. Hún hefur útskýrt fyrir mér hvernig maður eldar grænmeti og steikir egg. En ég má ekki koma nálægt pottunum eða eldavélinni. Bim Kumari á sér sinn eigin leynistað. Þangað hún vön að fara þegar hún á frí. Enginn veit að hún fer þangað. Þetta leynistaðurinn minn. Þegar ég hef tíma kem ég hingað til að hugsa þessum framtíðina. Ég hugsa oft hvort ég verði hamingjusöm og hvort ég muni alltaf þurfa að búa á annarra manna heimili. Eða hvort ég muni ná að standa á eigin fótum. Sumir sem eru ríkari en ég kalla mig oft ljótum nöfnum, en sem betur fer segja þau sem ég vinn hjá ekkert ljótt við mig. Allra síst Díti. Í þorpinu þar sem mamma og pabbi búa megum við ekki koma inn í húsin til hennar ríku. Þau gefa okkur mat til að borða úti. Það svolítið öðruvísi hérna í bænum. Til að heimsækja mömmu og pappa og fjölskyldu sína í fjallaþorpinu verður Bim Kumari að ganga í meir en 3 klukkutíma. Og hérna býr fjölskyldan mín. Þau búa svo langt í burtu að ég get bara heimsækt þau 2 á ári. Hérna upp í fjöllunum fólkið mun fátækar en í bænum og margir tilheyra lægstu stéttinni, paríum. Aðra stéttir kalla paríana óhreina og ósnertanlega. Í litla húsinu hérna býr fjölskylda Bim Kumari. Hér eldum við mat og þetta notum við til þess. Þarna uppi svefnherbergið. Þar sofa allir saman. Mamma, pabbi, bróðir minn og 2 systra minna. Pabbi tónlistarmaður og vinnur við að spila tónlist í þorpinu. Áður fyrir drakk hann mikið vín. Þegar hann kom seint heim sló hann stundum mömmu. En núna hefur hann ekki drukkið í 2 ár og slær ekki lengur. Bim Kumari tekur fram dýnuna. Hún sefur á gólfinu við hliðina á rúminu hennar Díti. Langur og lýjandi vinnudagur að kvöldi kominn en Bim Kumari verður að vakna aftur klukkan 5 næsta morgun til að sópa og skúra gólfin. Það eina sem eftir að læra heima og þá getur hún loksins slappa smá af. Ég fæ að horfa aðeins á sjónvarpið en bara eftir ég búin með heimalærdóminn. Og þegar ég loksins kom í rúmið gott að leggjast niður. Góða nótt.